Í þessu myndbandi ætlum við að velta aðeins fyrir okkur uppbyggingu forrita. Áður en við veltum fyrir okkur hvernig það er rétt að byggja upp Arduino forrit, þá verðum við að skoða aðeins betur hvernig tölvur lesa forrit. Forrit eða skets eins og eru kölluð í Arduino forrituninni eru skrifuð sem röðskipana sem tölvan les hverja á fætur annarri. Það er hægt að líkja þessu við innkaupalista sem þú tekur með þér í stórmarkaðinn. Hver lína innkaupalistans, hún táknar ákveðna aðgerð, taktu mjólk til dæmis, og oft liggja með upplýsingar hversu margar einingar þú átt svo að taka með mjólkinni. Eða sem sagt með upplýsingar þá er að taka mjólk. Kosturinn við mannshugan okkar er sá að við getum notað innkaupalista þar sem að vörurnar eru skrifaðar niður dálítið handóðaskent. Það er við þurfum ekki að flokka saman þurrvöru, mjólkurvöru, grænmeti og fleira þegar við skrifum listan. Heilinn á okkur ræður alveg við að skoða listan og flakka fram og tilbaka í honum og meðan innkaupun stendur og muna að það var ostur neðst á listanum þegar við erum að taka mjólkina sem er efst á listanum. Tölvan hins vegar, hún virkar ekki þannig. Hún les það sem stendur á listanum í réttri röð, þannig að það sem stendur efst er gert fyrst og svo er gert það sem er númer 2 á listanum og þá númer 3 og svo framvegis. Ef að innkaupalistin okkar er ekki settur upp flokkaður eftir vörutegundum, þá getur þið ímyndað ykkur hvað það tekur langan tíma fyrir tölvuna að versla í matinn þegar hún þarf alltaf að hlaupa á milli deilda og fara kannski 5 sinnum inn í mjólkurkælin. Það er hægt að brjóta upp hugsunargang tölvunar með því að setja inn lykkjur. Þar sem tölvan staldrar við á meðan hún er að gera ákveðin hlut og heldur áfram þegar honum er lokið eða sleppur ákveðinu skipunum í ljósi aðstæðna. Ef við höldum til dæmis áfram með innkaupalistan okkar sem myndlíkingu, þá vitum við að ef það standa 10 lítrar léttmjólk á listanum okkar, þá er mjög ólíklegt að við náum að taka þá alla í einu úr hillunni og setja í körfun okkar. Við myndum væntanlega setja 1 og 1, kannski 2 og 2, þar til við erum komið með 10 lítra í körfuna. Á sama hátt myndum við skrifa lykkju með skipurinni for í forritið okkar og láta tölvuna taka 1 lítra í einu þangað til allir 10 lítrarnir eru komið í tölvuna. Hér er svona dæmi það, hérna kemur forskipun. Hún skoðar, setur sér markið, þetta á að vera í 10 skipti. Hún hækkar teljarann 1 skipti, í hvert skipti sem 1 stig í rauninni, í hvert skipti sem hún er búin að setja henni lítrafn í körfuna. Ef að teljarinn er ekki orðin X, sem þetta er ekki búin að ná 10, þá svarir nei og hún fer aftur í gegnum lykkjuna og svona heldur hún áfram þangað til að hún er komið með teljarinn í 10. Þá kemur svarið já, hún heldur áfram, gefur fleiri skipanir og fer tilbaka og byrjar upp á nýtt. Ef engin léttmjólk er til í kælinu þar sem við erum að versla í matinn, að þá gætum við ákveðið að fyrst að svo er að þá sé bara allt í lagi að kaupa nýmjólk. Í forrituninni getum við gert slíkt hið sama með if-skipun, þar sem að við segjum tölvunni að ef engin léttmjólk er til, að þá gerir þetta hér, ferðir gegnum einhverjar auka skipanir, hins vegar ef hún er nú til, eða já, að þá fer hún í hinn farveginn og þá getur hún jafnvel sleppt einhverju skipunum sem liggja hér á milli. Þannig að þá hlaupum við yfir skipanir í forritinu. Helstu lykkjurnar eru þessi forlykkja sem við vorum að sýna áðan, while-lykkjan sem segir framkvæmdu svo lengi sem, ef það væri nú engin léttmjólk í kælinum og þá getum við líka valið það að bíða hreinlega þangað til að starfsmennirnir eru búnir að fylla á. If else kíktum við aðeins á áðan og svo switch case ef að við stöndum frammi fyrir því að við fórum með ákveðin innkaupalista út frá matselinu sem við ætlum að hafa í kvöld í búðina, svo komumst við að helsta hráefnið sem við ætlum að vera með í matinn er ekki til. Þá getur verið að við búum til nýjan innkaupalista í kollinum bara þar á staðnum og það er einmitt það sem switch case skipunin gerir. Hún fer í ákveðin pakka af skipunum út frá því hvað við ákveðum á undan. Eins og bara í innkaupalistanum okkar. Eða matseðlinum. Við verðum að muna að
forritin eða tölvan hugsar alltaf þannig að hún fer tilbaka, þegar hún er búin að fara í gegnum listan af öllum spurningunum eða skipunum, að þá fer hún tilbaka á byrjun og byrjar upp á nýtt. Við getum sett pásur inn í það, við getum látt hann að bíða eftir skipun og annað slíkt, en þetta er svona grunnurinn að hugsun tölvunar. Ég sýni ykkur meira lykkjur, bæði hvernig þær eru byggðar upp og hvernig ná að nota þær í öðrum myndböndum, en sýni ykkur betur hvernig við byggjum með forritið í Arduino. Ég vona að þetta hjálpi þér við að skilja hvernig tölvuforrit eru byggð upp og hvernig tölvur hugsa, og vonandi verður þetta þá gott fyrsta skref í forrituninni hjá þér. Gangi þér vel.